Góðan og blessaðan daginn, góður áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV og Live í Akraneshöll. Það framundan hér leikur í annar umferð í lengjudeild kvenna. IA tekur á móti Fjarðabyggð Hetti Leikni, FHL og já, bara spenningur í skagamönnum hér. Það fyrsti heimaleikurinn í lengjunni eftir erfiða byrjun, 3-1 tap í fyrstu umferð á útivelli gegn HK, þar sem HK-ingar voru komnir yfir 2-0 strax eftir 7 mínútur, en Skagaliðið náði aðeins að klóra í bakkann þar, en vantar, við þurfum að fá svar frá þeim í dag. FHL hins vegar byrjaði öllu betur, áttu heimaleik gegn Völsungi þar sem að þær sigruðu 4-2. Þannig að þetta eru lið sem að koma inn í þennan leik bara á gjörólíkan hátt. En ég held að, ég ætla nú að kannski kynna mig, Örn Arnarsson heiti ég og hér á eftir mun ég fá með mér Berglindi Þráinsdóttur, fyrrum leikmann meistaraflokks IA. Það svolítið langt síðan reyndar, en hún hefur verið með mér áður og gert það vel, þannig að ég fullu tillökunnar. En ég held að við förum bara að kíkja á liðin og ég sem að byrja á gestunum að þessu sinni. Hér sjáum við liðið hjá FHL. Þar í markinu númer 12 Embla Fönn Jónsdóttir, númer 10 Thais Patterson, númer 11 Krista Björg Andrisdóttir, númer 13 Silja Maria Ruano Trujillo sem að skoraði 2 mörk í leiknum gegn Völsungi daginn. Abigail Rose Steen nummer 14, nummer 17 Viktoria Einarsdóttir, nummer 18 Brynhildur Brá Gunnlaugsdóttir, nummer 20 Brooklyn May Nelson, nummer 21 Peyton Marie Felton, hún fyrirliðið þeirra, nummer 22 Hrafnhildur Eik Reymarsdóttir og nummer 23 Alexis Simone Wright. FHL auðvitað að koma niður úr bestu deildinni frá því fyrra og eru klárlega eitt af liðunum sem að mun vera í toppbaráttunni og eitt af liðunum sem að ætli í að sér að vera í þessar toppbaráttu. Þurfa þeir að einfaldlega bara standa vel í þeim hér. Skildist það að Skagaliðið hefði bætt leik sinn í síðara hálfleik síðast en engu síður. Við þurfum að taka fleiri skref upp á við en í varamenn hjá FHL. Númer 1 Gía Rún Viðarsdóttir, númer 2 Matthildur Klausen, númer 8 Fanney Rut Guðmundsdóttir, númer 25 Íris Ösp Gunnarsdóttir, númer 26 Emma Ástrós Stefánsdóttir og númer 30 Anna Ragnhildur Viðarsdóttir. Ég ætla aðeins að koma að Sturlari staðindum hana hérna á eftir. Númer 32 Jana Radovanovic og liðstjórnin þar þjálfari Björgvin Karl Gunnarsson og Halldór Bjarneyjason aðstoðar þjálfari. Já, ég ætla að koma að þetta ekkert Sturlu staðarind, en Anna Ragnhildur Viðarsdóttir, fædd 2010 á Akranesi. Ég ætla bara að koma því að. Sæl Berglind Þráinsdóttir, þú ert komin hérna til mín. Já, sæl. Velkomin. Takk fyrir. Ég var einmitt að rétt að renna yfir liðið hjá FHL sem náttúrulega ekki árennilegt. Nei. Byrjuðu vel, 4-2 sigur á móti Völsung. Á meðan að Skaginn tapaði 3-1 fyrir HK útivelli. Og bara við náttúrulega svo sem maður veit lítið liðið nema hvað, þær voru að koma úr úrvalsdeildinni. Já. Þannig að það má búast við þeim sterkum í sumar. Já, ég myndi alltaf það. Þeir bara voru, mjög góða sko. Algjörlega, en þá nú kannski komið að því sem að snertir okkur meira hérna á Akranesi. Það byrjunarliðið og leikmannahópurinn hjá IA, númer 18 í markinu Mikaela Íster. Númer 2 Mattisson Schwarzenberger, hún fyrirlið í dag. Það ein breyting frá því á móti HK. Lilja Björg Ólafsdóttir kemur inn í liðið fyrir Önnu Þóra Hannesdóttir, númer 8 en númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir. Númer 9 Erna Björt Elíasdóttir sem skoraði mark IA úr vítaspyrnu á móti HK. Númer 10 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 11 Ísabel Jasmín Almarsdóttir, númer 19 Alexa Malettis sem að sjást hér í fyrsta sinn á IA TV, nýlega komin til liðsins. Númer 20 Elvíra Agla Gunnarsdóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og númer 26 Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir. Þetta svipað lið og við erum búin að vera að sjá í vetrarleikjunum. Fyrir utan var náttúrulega eins og ég segi, Anna Þóra fyrirliðin á bekknum í dag. Já. Lilja Björg Ólafsdóttir leysir hana af í vörninni. Já, það sem ég búin að sjá, það kemur mér ekki óvart að Lilja Björg sé komin að inn. Mér finnst hún búin að vera rosalega öflug þegar hún hefur verið að detta inn og þegar hún hefur verið að spila. Akkurat. Þannig að,
Og á bekknum varamarkmaður Hrafnhildur Helga Arnardóttir nr. 13, nr. 5 Anna Þóra Hannesdóttir, nr. 14 Dagbjört Líf Guðmundsdóttir komin til landsins sem líka inn í hópinn, 17 Lilja Björk Unnarsdóttir, nr. 24 Bríet Sunna Gunnarsdóttir og nr. 25 Birgitta Lilja Sigurðardóttir og nr. 53 Vala María Sturludóttir og þjálfari Skarphéðinn Magnússon. Það verður skemmtilegt atriði hérna fyrir leik, það er náttúrulega mæðradagurinn á morgun Berglind. Já. Og það er búið að smala hérna inn mæðrum leikmanna og mér sýnist þær vera bara hreinlega að ganga þarna í hús hvort að þær eiga muni standa einhvers konar heiðusvörðu eða eitthvað slíkt. Já, þetta var hugmyndi líka í gær Já. Kölluna, það voru fáar. Já, það voru mættu fáar og þegar maður fór að hugsa það sko, þá er það kannski alveg rökrétt. Það er munur á kallaliðinu og kvennaliðinu. Það er bara mömmurnar búa á Skaganum í kvennaliðinu en ekki kannski síður kallamegin. Já, og það er laugardagur núna auðvitað að koma kannski heldur en ekki, en ég held að þeir hefði alveg þurft á þeim að halda það. Já, allavega eftirleik. Þá hefði þeir einhver vilja fá mömmu sín myndi ég halda. Ég held það, já. En vonandi er það bara eitthvað sem við skiljum eftir bara við gærdaginn bara, já. En við sjáum að þarna eru og verið að kynna varamenn hér en þú veist, Berglind, þú ert nú búin að mæta á leikina í vetur svolítið, svona eins og já, og hvernig hefur þér fundist Skagalið vera svona finnst þér vera hafa verið vaxandi, finnst þér ertu að búast við að það nái að blanda sér í efri hlutan í lengjudeildinni eða eru við mögulega að fara að vera einhverju ströggli? Ertu með einhverju tilfinningu fyrir þessu? Ég vona að þær verði ofar. Það sem ég hef séð frá þeim finnst mér vera gott. Mér finnst þær vera á mörgan hátt öflugri heldur en í fyrra. Mér finnst þess að séu í betra standi, þú veist og sé meira einhvern veginn spila betur og mér finnst meira svona eitthvað þær eru öflugri. Þannig ég vona að þær taki það með sér og verði þarna allan miðju og ofarlega. Það væri geggjað. Það náttúrulega vantaði tilfinnilega mörk í liðið í fyrra sérstaklega. Það hefur nú ekki gengið. Alexa Maletis er vissulega nýr leikmaður en það er annar erlendur leikmaður að bíða eftir að fá hreinlega leikheimild hjá IR, kanadískur leikmaður Marka Maskína frá Kanada sem er ekki ennþá ég hef nú ekki heyrt bara nýjustu fréttir af því hún er búin að vera hérna í nokkra vikur. Það er eitthvað vandamál að fá atvinnuleyfi fyrir hana, skilst mér. Og það veitir ekkert að kannski að fá hann inn í hópinn? Nei, einmitt. Og þetta er það líka bara breiddin sem þarf og hérna það eru ungir og efnilegir leikmenn klárir á hliðarlínunni en auðvitað er erfitt að stóla á það ef þú ætlar þér þú veist, það er erfitt að setja of mikla ábyrgð einhvern veginn á þær. Já. Ef það eru mjög ungar þá getur það verið flókið. Já. En það er flott að fá tíma, það er mínútur. Klárlega. Fá reynsluna. Algjörlega, það fer allt í bankann. Já. En 5 mínútur í leik, við kannski ættum að rétt að renna yfir það að dómari leiksins er Guðmundur Halldórsson, aðstoðardómarar eru Ásbjörn Sigþór Snorrason og Salvador Di Marzio Lárusson. Og nú er þetta hlýtur að vera að bresta á allt saman. Kannski að líka minnast á það og við munum reyna að fylgjast með því að það er skemmtilegt að IR að spila við FHL hérna í kvennamegin og í annarri deild karla er Kári fyrir austan að spila við KFA, Knattspyrnufélagið Austurland og við munum að sjálfsögðu reyna að svona kíkja að fylgjast með því hvernig gengur. Þeir náttúrulega áttu frábært start á sínu tímabili í annarri deildinni, stóran sigur á KFG í fyrstu umferð. Það er ótrúlega gaman fyrir okkur að vera með 3 öflugir til að horfa. Já, mér finnst þetta geggjað. Já, og maður var svona vonaði mitt að sumarið í sumar yrði svolítið svona eins og sumarið 2018, þá var gaman á hvar sem þú varst, sko. Já. Það verður það. Já, það kemur. Þú hafa það, þeirra vorar kannski. Já. En maður kannski sá það einmitt í gær og eins og þessi íslenski raunveruleiki í gær voru vissulega
Já, sennilega voru þetta ekki einu grasliðin sem eftir eru. Hér sjáum við leikmenn byrja að koma hér inn og það koma allar í gegnum ömmuhópinn. Þetta fallegt. Það þykir mér. Sérðu þú, knús á leiðinni og svona. Og, já. Þetta skemmtilegt. Ég bara, kannski nú tækir farið að óska þér, Berglind, og öðrum mæðrum bara til hamingju með morgundag. Já, takk fyrir. Og þá kemur það. Chemical Brothers fá heiðurinn að þessu. Nýju eingöngulagi hjá konunum. Já. Það alltaf gaman þegar það gerir stemming. Já, nákvæmlega. Ég fíla þetta. Þetta býður alveg náttúrulega að vera innan hús hérna hábjartan dag og býður samt upp á akkurat þetta. Og það hafi aldrei borist í tala að mömmurnar hefðu leitt leikmennina og svona eins og... Ég veist að ég var einmitt að hugsa það. Mér hefði þótt það svolítið gott. Já. Þannig að... Já, þetta er skemmtilegt og... En ég verð að viðkjanna, ég er pínu svona... Sem skamaður ég pínu svona nervus fyrir þessu leik. Ég verð bara því miður að viðurkenna það. Við þurfum að eiga alveg toppleik. Það er alveg borðleggjandi. Já. Og daginn aftur gestir, við ætlum að fara yfir byrjunarliði liðanna. Við byrjum á liði gestanna. Það er í markinu nr. 12 Afton Jónsdóttir, nr. 10 Thais Patterson, nr. 11 Kristall Björn Andresdóttir, nr. 13 Celia Maria Rolano Trujillo, nr. 14 Anniki Rose Stíg, nr. 17 Viktoria Einarsdóttir, nr. 18 Brynhildur Brá Gunnlaugsdóttir, nr. 20 Brooklyn May Nelson. Nú já, nú verð ég bara að viðurkenna, var ekki búinn að kynna mér liðið en þarna sjáum við að þetta er eflaust, sko það er náttúrulega ekki alveg að vísa hann róa þó að nefnið sé erlenda að þetta sé hreinræktaður atvinnumaður en það má búast við því að þetta séu leikmenn sem eru keyptir til liðsins að miklu leyti. Já. En sem fyrir Skagalið að miklu leyti uppbyggt af bara uppöldum leikmönnum sem er náttúrulega bara akkurat það sem ég persónulega mjög stoltur af. Algjörlega. Og það er svona kjarninn. Og þetta er eini leikurinn í deildinni í dag, held ég að ég sé að segja rétt frá. Er á morgun þá einhverju leikir? Veitum við, það er 9. mars í dag? Nei, það er leikur klukkan 4 þar sem að Selfoss tekur á móti Tindastól. Já. Og Tindastól stelpunnar, allir þær séu að þær þurfa þá að allir skellir sig ekki beint í Grindavík. Ég myndi gera það. Já. Það er alveg að hljóta að nýta ferðina. Já, ekki spurning. Eða fá miða þar að segja. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega sennilega löngu uppselt. Já. Maður er íðar í skinnun eftir þeirri viðurregn, ég ætla að segja það bara eins og er. En megum við ekki búast við því að Skagalið komið að varkárni inn í þennan leik eða hvað, þú veist, eftir 3-1 tap, þær fengu á sig 2 mörk á fyrstu 7 mínútum síðast. Þú veist, Skarphéðinn hlýtur að vera búinn að svona brýna fyrir þeim að byrja varkárni, byrja þéttar tilbaka og reyna að sjá til. Jú, ég myndi nú halda það. Ekki opna sig. Það er svolítið, ég myndi halda það að vera skynsamt. Já. En FH11 auðvitað og sem það HK er með gott lið og við lendum í vandana þar, þessar eru myndi ég halda ekki síðan. Nei, einmitt. Haukar, eina liði sem er búið að vinna 2 leiki, hinga til.
sitja efstar í fyrsta seti með 6 stig eftir 2 leiki en síðan eru þarna náttúrulega lítið að marka stöðuna núna svo sem en hérna þetta ég held að þetta gæti orðið bara mjög jöfn og spennandi deild. Ég held að það sé bara afar líklegt. Já, ég held það líka. Já, og mér sýnist Skagaliðið vera að stilla bara mjög svipað upp nema hvað Lilja Björg í miðverðinum í staðinn fyrir Önnu Þóru annars og sérna Selma og Elvíra í bakvarðarstöðunni, Mikael auðvitað í markinu og síðan Þorbjörg hinn hafsendin fyrir framan þær, 2 sexur, Mattisson og Ísabel og síðan út á köntunum Erla Karitas og Sigrún Eva og svo fremstar 2 Alexa og Erna Björk. Nadia Steinun hefur nú oftar en ekki verið, hún ekki í hóp í dag, Nadia Steinun Elíasdóttir, hvort að það af því að hún var hreinlega bara fjarverandi í æfingavikunni skólaferðalagi, það geti bara verið bara á staðan. Já, hún var bara í lokaferð. Já, kom heim í gær og... Já, það En Skagaliðið hérna að byrja krafti. Þorbjörg lætur hennan fara út af. Trujillo framherji náttúrulega FHL kom inn á það, hann skoraði 2 af þessum 4 mörkum á móti Völsungi í síðustu umferð, eða fyrstu umferðinni. En einnig skoraði Hrafnhildur Eik og mér minnir að það hafi verið Alexis Simon Reit sem hafi skoraði líka þetta 4. mark. Kannski að fekk hann beint í höfuðið þarna. Nei, það var Peyton Marie Felton sem skoraði þetta mark en já, það sko við höfuðhögg. Já. Ég var að ræða þetta við einhvern daginn. Mér finnst svo skrítið þegar leikmaðurinn spurður, allt í lagi með þig? Já, en þú sér þetta dómarinn, hann hjálpa við að teima hana bara út og hann setjast, mér finnst það gott. Einmitt. Já, sko, já, einmitt, eins og bara mennurorðin með meðvitaðir höfuðmeiðsli og svona af því að, sko, nú til dæmis ný regla að ef að leikmaður liggur á vellinum og spurður, viltu aðhlynningu og segir nei, þá á tæknilega sé leikurinn að fara strax í gang. Já. Og dómarinn ber að láta leikinn fara beint í gang og þá hugsa maður, en hvað með höfuðmeiðsli þar sem að leikmaður segir, nei, ég þarf ekki aðhlynningu, það allt í lagi með mig. Leikurinn fer í gang og kannski leikmaðurinn bara enga veginn í lagi, skilur. Já. Ég veit að Bandaríkjamenn, allavega hjá yngri flokkum, þeir eru mjög stífir á þessu, að þú færð höfuðhögg, þá ertu skoðaður sama hvað. Já. Sama hvað þér finnst eða öðrum. Sko hugsa þetta út frá líka sjálfum þér, sko, og þegar maður með keppniskap og vill vera inn á. Ég hefði líklega undir nánast öllum kringumstæðum sagt já. Já. Þú veist að því maður vildi bara vera inni á þú sama hvað, sko. Akkúrat. Maður hefði þurft að rótast. Já. Býtum við. Það fá alltaf að spila út, en mér sýnist að Viktoría sé að koma inn á, búin að fá leyfið fyrir því og það gott. Og Lilja Björg gerir þetta vel. Það boltan fara út af hana og Wright var í pressunni. Sebela á Selmu, Lilja Björg síðan. Skemmtilega gert, þræðir hana alla bitana, hana sýndist mér nú Erla Karitas var boltan beint í andlitið. En í góðri stöðu heldur áfram boltinn inn á teginn og Viktoría missir hann frá sig, Sigrún síðan. Munaði ekki miklu þarna að Sigrún Eva næði að... Það var frábær bolti hjá Kaja. Já, og þær voru þarna 2 á móti 1 inn á tegnum, en núna finnur Kaja fyrir þessu. Þetta það sem ég að tala sko, maður með boltan og maður vill bara halda áfram. Svo, sko, svo þarf maður nú kannski aðeins að... Virtist fá boltan hann bara beint í nefið. Já.
þannig kannski fyrir þá skagamenn sem eru að horfa og eru áhuga samir Káraliðið að þá við getum farið yfir byrjunliðið þar. Logi Marri í markinu, Tómas Týr, Marin og Hilmar, Sigurjón Logi, Jón Þór, Jón Viktor, Finnbogi Laxdal, Birgir Hrafn, Árni Salvar, Stefán Logi og Matthías Daði, meðalaldurinn 21 ár. Þetta sterkt og flott lið hjá Kára sem að verður spennandi að fylgjast með í sumar. Já, skemmtilegir sko. Það sem að verður séð allar hingað til. Já, Matthías náttúrulega átti frábæran leik hérna, skoraði þrennu í fyrsta leik. Þannig að Viktoría, Trúi og Patterson, Patterson komin upp í vinstra hornið. Kemur með hann inn á teiginn, skalla frá Lilju og Alexis gerir þetta skemmtilega hér. Ebba með henni vinstra megin en góð varnarvinna hana hjá Felton. Setur hann síðan inn fyrir vörnina og ekki vel með á nótunum. Já, þetta var skemmtilega gert hjá Alexu Maletis. Sjá hann að spila í fyrsta sinn. Ég hef heyrt góða hluti úr æfingum. Lilja alveg búin að kortleggja þessar sperrur hérna. Já, ég ætla að segja það, hún alveg með þetta hreinu. Hún alltaf með rosalega vinstri löpum sem stelpa. Já. Björg, skiptir sinni með Mattisson. Alexa ekki að finna Sigrúna þarna. Viktoría á Patterson. Patterson reynir að koma boltanum þarna í áttina að markinu en gengur ekki. Stín yfir á Felton. Felton síðan hún aftur á móti. Hvort fór hann út af hliðarlínunni eða upp í loft, sennilega út af hliðarlínunni. Fyrst, ég myndi halda það, já. Allavega innkast dæmt. Nú gaman að segja frá því að þær eru nú sjálfsagt vanar nákvæmlega þessum aðstæðum því að knattspyrnuhöllin á Eskifirði, á Reyðarfirði bara nákvæmlega eins og þessi. Já. Sama teikning. Já. Þannig að það gæti alveg verið á heimavelli. Elvíra setur hennar bara út af. Gaman að sjá að Elvíra komin aftur á fullu. Hún lendi í krossbandaslys meðslum. Já, einmitt. Það eru nokkuð marga hjá okkur búin að vera þar. Var ekki Dagbjört einnig Jú. Nýlega komin upp úr því. Kolfinna náttúrulega fekk sleita tvissar og var ákvað bara að hætta í fótbolta sem kannski alveg skiljanlegt. Þegar þú ert ekki orðinn 20 og búinn að slíta krossbandið tvissar, þá er kannski þarft að fara að hugsa meira heldur en bara fótbolta. Já. Birna Rún. Einmitt. Hún að koma aftur. Já, það verður. Svo eru þetta Bryndís Rún svona fyrir liðin. Náttúrulega ekki meitt sem þannig séð en auðvitað í barnsburðarleyfi þannig séð. Og maður veit aldrei hvað gerist eftir það. Hún er náttúrulega komin svona að fótboltakona vera, komin svona alveg seinni metrana, hvort að hún sér, hvort hún hefur það í sér að byrja aftur, auðvitað vona ég það. Já, það segi ég saman, frábæri líka bara fyrir liðið að hafa hana. Já, ofsalega góð í fótbolta og góð fyrirmynd fyrir einmitt yngri leikmennina. Þetta er vel spilað, Það er nú alltaf að verða algengar að þær mæti aftur þó að það séu nú búin að eignast barn. Já. Já, það er Elvíra fikk þennan beint í þindina síns mér en staðinn á fætur og Viktoría tekur innkastið. Alexa á Elvíra fullt af gulum í teignum, boltinn inn á teiginn aðeins og einarlega. Embla Fönn ekki í vandræði með þennan. Erfið sending hérna en vel gert hjá Patterson, tilbaka á Viktoríu. Viktoría setur þennan út af.
ágætis byrjun þessar fyrstu 10 mínútur hjá Skagaliðinu, myndi ég nú segja. Eflaust svona ekkert ósvipað því sem að kemur sendingin hérna inn á teiginn og Mikaela gerir þetta vel. Ég meina, þú veist, ef að hugmyndin var að ekki leyfa FHL að ógna, þá hefur það bara tekist. Já, 100%. Byrjar allan vel. Já. Frábær snerting. Og boltinn best á Artur Karitas, togaði í hana þarna. En leikurinn lætur fljóta, en þetta er vel dæmt. Leifin að sjá hvort hún kæmist út úr þessu, þetta var bara skemmtilegt. Já. Alltaf gott að flauta ekki ofsnum. Einmitt. En þá kemur aukaspyrna sem að Mattisson, Selma, Þorbjörg fara allar á stað. Lilja Björg tekur spyrnuna. Og kemur spyrnan inn á teiginn, Þorbjörg, Mattisson skallar hann í áttar markinu og er þetta Björt og hún er dæmd rangstæð. Já. Sjáum þetta hér. Vel gert, hún er tæp þarna en vörnin var svo sem búin að bregðast við en fyrsta markverða ógnunin í leiknum. Þorbjörg hefur, af því að við vorum með hann í mynd hérna rétt á, Þorbjörg hefur heillað mig mjög. Styrkir þetta lið gríðarlega. Já, hún gerir það. Hún kemur úr Mosfellsbæ. Úr Mosó, já, alveg rétt, já. Þetta boltastelpur hérna, kannski mömmurnar hefði átt að vera þannig á svona hliðalínunni hérna í vestum. Já, með boltana? Já, það hefði verið skemmtilegt. Svona. Þú ert með margar góðar hugmyndir. Ég er með margar góðar hugmyndir, ég er bara, það er svo erfitt með að koma þeim á framfæri, sko. En Embla kastar þessu út hér. Það er að Feltón. Sigrún les þetta vel, Alexa tekur hann vel niður hér. Isabel. Sendingin inn fyrir og Erla Karitas setur aðeins og framalega. Þetta er góð hugmynd. Góð hugmynd, frábær hugmynd. Vel gert hjá Alexu þarna. Við erum bara eiginlega byrjum betri, eða minnst það, já, byrja bara mjög vel. Káramenn komnir yfir. Matthías Daði Gunnarsson. Hann heldur áfram bara. Fjórða markið hans í deildinni. Já. Ég er bara, maður er bara að vera mjög spenntur fyrir annar deildinni í sumar. Sem að ég er svo glaður að við erum að fara að sýna frá því í samstarfi við Lævi. Já. Og eins og hér í dag. Að við erum með mér finnst allir vera að vinna með þessu. Já, algjörlega. Og Og er það þá bara hægt að horfa í gegnum þá? Nei, þetta er líka á YouTube, þetta er í tvennu lagi og það er svona einmitt, já, það er bara, ég er ofsalega þakkláttur fyrir það og fyrir þá, þeirra móttökur, það er bara virkilega gott. Hér kemur fyrsta kannski hættan frá FHL, boltinn út úr teignum, kemur skot frá Kristu, en það er svona lekur í gegn á Mikaelu Íster. Mikaela ætlar að vera snögg að þessu, það eru margar hérna frammi. Ebba með fína móttöku og brotið á henni eða hvað. Já, vel gert hjá Ebbu þarna. Spurning hvort við fáum ekki bara uppstilt atriði þá líka hérna megin. Mér þykir það nú líklegt. Sjáum að þetta er greinlegt upplegg hérna að leið og Mikaela var búin að koma með boltan í fangi að þá voru þær bara komnar á straugið hérna fram. Ansi margar. Það voru í rauninni yfirtölu hérna, 3 á móti 2 eða eitthvað. En Sigrún Eva núna sem að tekur spyrnuna, þannig að Lilja er komin inn á teiginn líka. Boltinn á teiginn. Hérna á að skalla frá og hreinsunin hérna frá... Var sérstök.
Alexis, já, þetta var boltinn út af. Það var eiginlega tekið mig tá, sýndist mér. Já. Selma og Alexu farin aftur, sendingin inn á teginn, skallað er í vandræðum með þetta. Alexa hérna í skotfæri og fyrir skotið, það er í varnarmann. Og það er ná að koma þessu frá hérna, Patterson ber hann út. Sigrún pressar vel á hana en Patterson gerir þetta vel. Framhjá Elvíru og Elvíra brýtur á henni. Skynsamlegt. Já. Já, Elvíra var nú ekki lengi að fá gult spjald í síðasta leik gegn HK. Það var bara snemma í fyrirháleik. En hún slepp með tiltal núna. Þá er Stín með aukaspyrnuna. Mattisson skallar frá. Boltinn laus. Kaja reynsar þetta frá. En FH1 er að halda pressunni. Hrafnhildur og á Nelson sem að setja hann tilbaka á Viktoríu. Felton með langan bolta fram. Hér er boltinn skallaður inn á teginn og þetta hlýtur að vera brot. Vel gert hjá, er þetta ekki Elvíra? Jú. Stígur hana fyrir hana, vel gert. Góð varnarvinna og fann fyrir þessu. Sjáum við aftur hérna, hún er bara hárfínt hérna á undaninni í boltan. Hún er að setja líkamann fyrir. Spint frá markinu. Mattisson, missir með sending hjá henni. Það kemur spjald núna. Hjeltinni. Hvað séu það? Spjald? Já, maður sér. Selma, hún tósaði hennar, stoppaði hennar. Hver var það sem fekk það? Sástu það? Selma, sýndist mér. Selma. Já, en mér var að berast hérna upplýsingar að mögulega hefði útsendingin ekki verið komin á stað á live fyrr en vonandi núna. Ég biðst velvirðingar á því. Núna ætti allt að vera í velstandi hér og í að sækja. Embla hreinsar frá, Mattisson skallar hann tilbaka. Sigrún lengir hann á Alexu og hér er Erna Björtu á Auðunsjó. Erna Björtu á hægri fætinum, fer aftur yfir á vinstri, næri ekki að finna skotið. Hún hefði þurft að skjóta hana strax. Ja. Spurning hvort hún er bara einfaldlega að hugsa á mikið hana. Og þarna er gult spjald á, er það Viktoría, já. En við skulum sjá þetta aftur hérna. Hún hefði að skjóta hana strax. Já. Já, þetta var bara besta færið í leiknum og örlítið meira sjálfstraust kannski, búin að vera að skora fleiri mörk undanfarið, þá hefði þetta ekki verið svona einhvern veginn eins flókið og að reyndist. Hér kemur boltinn inn á teginn, Embla sterk í tegnum. Og já, FH1 slapp með skrekkinn hana. En Skagaliðar byrja leikinn virkilega vel þessar fyrstu 20 mínútur. Alexa hana hefði nú kannski þurft að horfa yfir til vinstri þessum Sigrún var með virtist vera með smá pláss.
Ísabel út til hægri á Elvíru Mattisson, vel spilað. Ísabel upp í hornið á Erlu Karitas. Erla Karitas komin upp að endamörkum. Kemur með boltan yfir á fjær og þar er Sigrún Eva með skalla í varnarmann og aftur fyrir. Virkilega vel spilað Mjög vel hjá spilað. Ía. Þetta er það sem ég er búin að vera að tala um. Mér finnst það að vera að eflast. Mér finnst það bæði með að við í fyrra. Mér finnst það spila betur, mér finnst eins og það sé einhvern veginn í betra standa. Já. Bara þarna sáum við bara hratt, Já. stutt spil. Virkilega flott. Og 20 mínútur liðnar og markið er svona að byrja líka í loftinu. Boltinn út í teginn, Mattisson nær ekki til hans, Þorbjörg út á Kæju, Kæja, 1 á 1 hérna mögulega, hvað? Nei, setur hann upp í hornið á Ísabel. Ísabel séðan með fyrirgjöfuna, 2 á mótinni, boltinn út í teginn og út úr tegnum hinum megin. Sigrún tilbaka á Lilju. Þetta er hún bara í skotfæri nánast en hún lyftur honum inn á teginn aftur. Boltinn berst út á fjarstöngina og það er ná að koma þessu frá. Og hörku tækling hérna hjá Alexu. Þetta var örugglega ekkert sérstaklega þægilegt. Og við kannski hún stendur upp úr þessu hérna, sjáum þetta aftur hérna, þetta er, fóturinn er sem betur verið svona frekar lágt. Það er lítið hærri fótur, það hefur mögulega getur verið annar litur á þessu spjaldi. Þriðja gula spjaldið. Já. Eftir rúmlega 20 mínútur. Já. En það er bara hörku barátt í þessu leik. Góð vörn hérna hjá Elvíru. Sigrún á Ísabel og brotið á henni. Rétt til að dæmt aukaspyrna hana. Brynhildur fór aftan í hana. Langur bolti. Lilja lyftur þessu inn á fjársvæðið. Þetta er óvinnalega og Embla ekki vandræði með þetta. Þessi fyrir nú upp í. Já. Það færi Skaga niður boltan hérna. Og Lilja lyftur honum inn á markinu. Þetta er ekki alveg nógu beitt. Nei. Koma F.A.L. bara í stökustu vandræðum. Það er ekki náða að ógna markinu. Það eru í bara bölvuðum vandræðum. Ég veit ekki hvort það eru einhvern veginn slegnar út af laginu eða hvað, hvort það hafa bara reynilega ekki búist við þessari mótspyrnu eða hvað, Já, við erum allan tölvöld betri. Já. Má ekki gleyma því svo sem að allir útileikir eru langt ferðalag fyrir þetta lið. Já. En eflaust öllu vanar í því. Sigrún. Mikið barátta hérna inn á teignum. Mattisson nær hún boltanum eða hvað. Það er ná að koma sér frá í svona með erfiðleikum hérna. Lilja lyftur þessu aftur inn. Alexa fleytir þessu áfram. Þar er Elvíra að klæma skotið og Embla mér og Erna Björt og þær komast fyrir það. Erna Björt er ennþá í séns hérna. Alexa með skot og að varnarmannu yfir. Þvílík sókn hér. Berglind, þetta var almennlegt. Þetta var frábært. Það mátt bara enda með marki. Sjáum þetta bara í heilsinni hérna. Kemur boltinn frá Lilju. Elvíra fyrst með skotið. Er að leggja hann hérna út við stöng. Vel gert hjá Ernu Björt hérna og þetta er bara hásbreytt frá því að vera mark. Og hornspyrna. Lilja snýr þetta inn að markinu og hann fer af slánu og yfir.
gaman, hún hefði bara Já, skorað hana. þetta var bara mjög áhugavert. Sjáum þetta aftur hérna. Ekki fjari í Nei. Öllítið lengri og þá hefði bara Embla ekki átt möguleika í hann heldur sko. Það er vel gert, Lilja Björk hins vegar vel með á nótunum. Já, það er ekkert, og uppið þarna Elvíra. Þá kemur Viktoría með innkast. Skæin búið að vinna boltan. Mattisson. Tekur enga sénsa þarna. Boltinn fram á við. Selma, glemir ekki, hún er á spjaldi þannig að hún þarf að hafa sig svona tiltölulega hæga þarna í þessu og Sigrún reynir að finna Ernu Björk, boltinn, þetta er aðeins og innanlega. Embla svona hikaði aðeins í markinu þarna, var ekki alveg viss hvort hún ætti að koma út í þennan eða ekki. Isabel lyftur sér og teginn og Erna Björk er rétt, missir af honum. Skemmtileg sending hérna. Isabel Jasmín finnst mér búin að vera mjög vaxandi undanfarið ár eða svo. Já. Og bara búin að stimpla sig inn. Hún er eflaust eitt af fyrstu nöfnunum á leikskýrsluna. Þá er það tríó sem hefur nú bara eiginlega ekkert sést í leiknum. Pettersson missir hérna aðeins jafnvægið og þarf að fara tilbaka. Nelson inn á miðsvæðið, fær hann aftur. Alexa gerir þetta vel, lossar hann bara upp í svæðið og vörnin stígur upp. Vist þetta að vera líka framför hvað liðið er keyrir vel út varnarlínuna. Já. Það er svona, við fundist það að stundum vera að gerast fullhægt. Já. Ekki nokkuð spurning hvað er framför þar. Þorbjörn tilbaka á Mikaelu. Mikaela fram á við, finnur Alexu. Mattisson á Lilju. Lilja finnur Kaju. Kaja missir hann frá sér. Mikil barátta hérna. Það er að halda þessu tríó, leggur hann tilbaka hér sem kemur síðan sendingin yfir til vinstri. Patterson nær að halda honum inn á. Þorbjörg mætt í vörnina. Það var vel gert. Vel gert til Þorbjörgu. Þá kemur Sigrún til að hjálpa og Þorbjörg getur komið sér á sinn stað. Nelson yfir á. Við kemur sendingin inn á teginn og Mikaela ekki í neinu vandræði með þetta. Það var að Krista sem átti þessu sendingu. Viktoría vinnur þennan bolta og innkast. Staðan er það 0-0. KFA búnir að jafna á móti Kára. Það er staðan 1-1. Úr víti, nei. Nei, það var Matti að skora á víti Já. og svo Javier Montserrat Muñoz Jafnar. sem að jafnar. Patterson lítið að möguleikum fyrir hann að fram á við, þannig að hún þurfti að fara tilbaka. Stín með langan bolta. Þessi er sjáum hérna Wright nær boltanum og undan Selmu. Selma gerir þetta vel og aukaspyrna dæmd á Selmu Dögg. Já, það var svolítið sérstætt. Já, og hún skilur ekki neitt. Og Selma þarf náttúrulega að passa sig í mótmannunum líka. En já, mér finnst þetta það var svona veit ég hvað ég að segja, skrítið allavega frá okkur séð. Já. En FH-liðin er væntanlega að ógna hér. Það er svona sjaldséð tækifæri fyrir þær að ná að ógna markinu hjá IA.
og fullt af treyjum inn á teignum. Boltinn laus hér. Nelson fyrirgefi. Og Felton reynir að koma honum inn á teiginn, gengur ekki, fær hann til sín aftur. Boltinn inn á teiginn, Trujillo nær að snúa, hvað hann á að koma sér frá. Nú það Ía sem í vandræðum með að koma boltanum í burtu, en þennan eiga Skagakonur væntanlega, já, hörku sókn þarna hjá FHL. Mikaela lyftir þessu fram, beint á kollinn á Kristu. Nú FHL aðeins að bæta sig. Hérna komið hörku skot frá Brynhildi Brá. Þannig að hann aðeins að vinna á hérna. Þannig að hérna það fullmikið pláss til að skjóta Brynhildur. Frá okkar bæjardyrum síðan allavega. Alexa finnur Kæi broti á henni eða hvað, innkast. Mér finnst hún koma vel inn í liðið þarna. Alexa? Númer 19, já. Já, sammála því. Mjög gott spil með henni. Já. Hann finnur Alexa síðan á Kæju sem að lyftur honum yfir. Viktoría reynsar frá, Ísabel hirðir frákastið þarna, kemur honum á Sigrún Evu. Ísabel heldur síðan hlaupun áfram, sendingin inn á Ebba finnur hún skotið núna, hún gerir það! En þetta framhjá. Já, enn og aftur, sjáu frábær sending frá Sigrúnu hérna. En það vantar bara herslumuninn. Þarna var kannski annað touchið hennar sveikana. Þannig að hún þarf að teygja sig aðeins í boltan. En þetta er allt saman á réttri leið. Algjörlega. Sem væntanlega fjólublátt eitthvað í. Ísabel. Frábær sendingin á Mattisson í skotið, en þannig að hún komast fyrir það. Enn og aftur virkileg svona gæði á gegnumspilinu. Já. Þessi síðasta þessar úrslitasendingar hefur bara virkað fínt, það vantar bara að klára. Right, á Trujillo og Brynhildur yfir á Patterson. Já, næra að halda hans inn á. Það er að setja meiri press á hana. Boltinn fyrir, Selma sem skallar í burtu. Kæja framlengir síðan. Hörnundreik tilbaka. Alexa. Sluggsending frá henni hérna. Og Mattisson. Right fellir við, ekki dæmt. Boltinn síðan kominn inn á teginn hérna. Elvíra reynsar frá. Beint á Alexa síðan bara. Framar. Já, liðið nær að stíga. Liðið fær að komast til að óreitt hérna nálægt. Sigrún á Ísabel. Ísabel reynir sendinguna upp í hornið á Erdur Karlsson. Þetta var aðeins svo mikið. Felton var alveg með þennan bolt allan tíman. Embla hreinsar frá. Wright kemur á móti og hirðir hann af Selmu. Það var Felton. Embla. Stín á Viktoríu. Elvíra misreiknaði þennan aðeins.
Það eru foreldrar að stíga inn, það er nú bannað að vera í boltaleikjum hérna meðan að leikir í gangi. Já. Það er dálítið... Ég kalla eftir ábyrgð foreldrar. Já, við skulum ekki byrja á þeirri umræðu við tvö sem kennarar. Nei, ég mitt. Þetta geti tekið langa tíma og við getum hérna sett allt á hliðina, Já. sko. En sammála, það hlýtur að vera þetta. Já, það er búið að grípa inn í þetta, ég er ánægður með það. Ég hérna... En 10 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik, ég meina af þjálfurunum er ekki Skarpi bara sá sáttari, myndur ekki halda það? Jú, ég myndi halda á þessum tímapunkti? Já, það hefði bara verið að koma í mark. Já, einmitt. Það er eina sem vantar. Og mér finnst Skagaliðið alveg hafa spilað það vel að það myndu verðskulda það mark. Það fær Skaginn boltan hérna á góðum stað. Sigrún inn á teiginn. Og þarna féll nú Hrafnhildur Eik við, kemur síðan skot hérna frá Ísabel, en þetta var úr erfiðri stöðu, lítil hætta. Hvernig er staðan í hinum leikunum? Já, það er ennþá staðan, ennþá 1-1 hjá Kára. Síðan er verið að spila í lengjudeild karla. Völsungur er að tapa heima fyrir Þróttið 0-3. Ægir að tapa fyrir Gróttu 1-0 og síðan er jafnt hjá Vestra og HK fyrir vestan. En eins og ég segi, Káraliðið kemur í að Sigrún, finnur Alexa komin inn á teiginn hér, fer bara í skotið og Embla er í vandræðum með þetta! Já, vel gert. Heppinn þarna, Embla Fönn Jónsdóttir, óvænt skot frá Alexu, frábær sending enn og aftur Sigrún, en þetta er geggjað bolti og svona flögt á honum þannig að Embla var í vandræðum með að reikna hennan út og já, enn og aftur, gott færi Skagaliðsins til þess að komast yfir og já, maður fann að vilja bara að við fáum mark hérna fyrir hálfleik, þannig að hann geti haft það til þess að ræða í hálfleiknum. Kemur Lilja Björg með spyrnuna yfir á fjær, boltinn laus, Ísabel út á Lilju, Lilja lyftir þessu aftur við hárbolt yfir á fjær, boltinn sér laus en þetta er skot væntanlega frá Selmu Dögg síldist mér. En í fangið á Emblu Fönn Jónsdóttur sem er, já, uppalinn hattari. Við hattamenn erum að koma því áleiðis. Er það ekki? Jú. Allavega með við gagnagrunn KSÍ, en vissulega er líka hattar logoið þar svona áberandi þó að þetta sé FAL, en ég býst við að þetta sé rétt. Alexa sendi ekki frá henni beint á Wright þarna sem er komin hérna yfir til vinstri núna, búin að skipta hérna hún og Patterson á köntunum. Verður að prófa eitthvað. Það er Felton á Brynhildi, hún reynir sendinguna upp í hornið á Patterson en Selma lætur hún bara fara. Já, svona í umræðinu miðað við það hvernig svo vorum að ræða á hann bara með möguleika í að ef spilið er svona þá held ég að maður geti bara verið mjög spenntur fyrir tímabilinu. Ja, algjörlega. Já, þetta lítur vel út. Já. Aðeins kannski öflugur þarna efst uppi, þá ná að pota inn einhverjum mörkum. Það verðist vera svolítið loðað við Skagann þessa dagana. Já, það vantar mörkin. Vantar mörkin. Já.
Ebba gerir þetta vel hérna, finnur Sigrúnu. Ísabel komin hérna, hún út allan völl. Ísabel reynir að finna Ebbu, gengur ekki, vörnin sér við þessu. Ebba vinnur tilbaka, Sigrúnu kom með hann hérna, reynir að þræna, þarna Ebba. Þetta var Alexa sem var hérna eins og bífluga í kringu þær hérna, þá koma gestirnir. Og Patterson komin inn á völlin hérna. Hrafnhildur Eik út til hægri. Patterson ágætis taktar hérna, Lilja kemur svo frá. Hrafnhildur tilbaka á Felton á Patterson. Snertingi á henni hérna Selma, beint á Ernu Björn. Erna Björn vantar stöðningi núna. En hún nú betri en margar að halda boltanum, þá hérna endar hann á að brjóta af sér. Ekki sátt við samherjuna hana? Nei, ég er sammálinni. Hefði nú einhver getað komið aðstöðan hana. Já. Þó hún sé góð í að halda boltana, þá er það ekkert endilega því að hann eigi að gera það endalaust. Nei. Nei, vantaði stuðning þarna. Þá eitthvað byrna á hættulegum stað hjá sem að FH á. Felton sem að lyftir þessu inn á teiginn. Mattisson sterkust í teignum. Skallar það frá. Kaja skiptir yfir til hægri. Alexa þar. En jú, vel gert. Hrafnhildur náði ekki að standa af sér þarna. Nei. Nei, Alexa Maletti sem bara virkilega að stimpla sig vel inn í þetta íalið finnst mér. Eins og þú hefur komið inn á hérna. Já. Elvira með kastið. Viktoria vinnur fyrsta boltan. Þrendar hjá Wright hérna, Trujillo síðan hérna. Skiptir yfir til hægri. Það kemur Patterson. Patterson ákveður að fara bara í skotið hérna, löngufæri. Nú er ekki litist á að komast nær markinu öðruvísi. Nei. Og ætla Skagaliða að spinna langt að þessu sinni. Boltinn hátt í loft upp hérna. Mattisson vinnur fyrsta bolta, brotið á henni. Lilja, langur bolti fram. Og það er í smá vandræði með þetta. Ísabel misreiknar hann aðeins þarna. Og Hrafnhildur finnur Patterson og það Skagaliða að vinna tilbaka. Patterson á fleygiferð. Mattisson er það líka, kominn aftur fyrir hana. Patterson síðan í skotið. Mikaela ekki í vandræði með þetta. Patterson óhrædd við að negla hérna löngu færi. Já, hún hefði þurft að fara samt nær, held ég. Svona. Sendingin, já þetta endar aftur hjá Mikaelu. Kemur langur bolti fram, Sigrún. Það er ekki að taka með sér hana. Ísabel vinnur boltan fyrir Ía, frábær snúningur hjá henni. Mattisson á Ebbu með Kaja með henni hana pláss. Einn á móti Felton. Fer á hægri, fer í skotið, en þetta er alls ekki slæm hugmynd. Og ágætis staða hana sem að Skagaliði komst í. Kaja er líka bara góð í þessu. Já. Að koma sér bæði að taka menn á og koma boltanum fyrir. Já, náðu bara ekki að hemja skotið í þessu tilviki. Wright með baki í markið, finnur Trujillo sem er nær að snúa.
út til hægri á Patterson, lítið eftir að fyrir áleik, kemur boltinn inn á teginn, Mikaela Íster grípur þetta. Ég ætlaði að mynda að fara að segja að það væri nú alveg rosalegt með við gang leiksins ef að FH myndi nú lauminn marki hérna rétt fyrir hálfleik. Og dæmd á Erlu Björt, já, mér fannst hún var að biðja aukaspyrnuna en fékk ekki. Og kemur boltinn fram. Maður skilur þetta ekki alltaf, Nei. en það svo sem ástæðan fyrir maður heldur ekki dómari. Nei, einmitt. Þú varst nú dómari. Já, ég var það. En þess vegna reyni ég eins og ég get að vera ofsalega kurteis út í dómara í mínu störfum hérna á IATV og við öll leggjum metna okkar í að vera til friðs og fagleg, og ég hafi tekist svona heilt yfir bara mjög vel í gegnum tíðina, og við erum átt okkur á að IATV er að vera 10 ára í nóvember. Já, það er svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Það er hérna hér dauða færi. Já, fínt verið hjá henni. Og sennilega síðasta færið í fyrri hálfleik, sjáum þetta aftur hér. Og getið tilraun hérna hjá Brynhildi Brá, en hann er ekki að stýra sig á markið. Og þá er flautað til hálfleiks hér og staðan 0-0 í samt bara mjög fjörugum og góðum fótboltaleik. Já, bara skemmtilegu leikur. Já. Bara hefði verið gaman að vera komin einhver mörk. Já, ef að þú værir Skarphéðinn Magnússon þjálfari í það núna, hvað myndir þú vera að segja við þær núna í hálfleik? Bara halda áfram. Halda áfram? Já, þetta hlýtur að detta, sko. Mér finnst það bara búin að vera að spila mjög vel. Já. Þetta er búin að vera mjög gaman og við ætlum að taka okkur pásu hérna eins og aðrir og komum aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt hér á IATV og Live í.
Komið sæli aftur, kæra áhorfendur og verið velkomin með mér Erni Arnarsinni og Berglindi Þráinsdóttur í Akraneshöllina framundan síðara hálfleikurleik IA og FHL. Við vorum mjög sátt með fyrrháleikinn, Já, bara meira því sama og kannski pluss einhver mörk. já og kannski eins og við erum búin að ræða, þú veist, það vantar kannski aðeins sjálfstraust að halda boltanum, ekki bara kýla Já. og líka nú þegar við erum komið upp að teik svona. Talandi um mörk, ég hitti fyrir hana Ali sem er þessi kanadíski leikmaður sem er að bíða eftir leikheimild og búið að vera tómt basl á því. Já, Ég bara hreinlega vatt mér að henni og spurði hann út í hennar mál og hérna, hún er náttúrulega yfir sig spennt og það heyrðist á henni að þau væri skrefinu nær og hún er bjartsýn á að ná næsta leik. Þannig að það verður mjög forvitnilegt en er þetta ekki á hreinu áður en hún kemur? Hvað Ég veldur? ég hef heyrt orðið fingraför nefnt í þessu samhengi. Þetta er pínu flóknara stundum þegar þú ert að koma frá Ameríku heldur en ef hún væri að koma frá Evrópu. En ég hef aldrei almennilega fengið að 100% staðfest hvað það er sem er vandamálið. Nei. En engu að síður, hún er æfir á fullu og hérna lofa góðu, skilst mér, og hún er sjálf yðar í skinninu að komast á stað. Frábært, það verður gaman að sjá. Já, en hér er þetta bara komið á stað og Lilja ákveður að senda boltan beint á Emblu og byrja bara á pressunni. Það er kannski málið, það vilja bara byrja á, svo sömuleg gera, byrja á að sparka úr í innkast og pressa úr innkastinu. Það er mismunandi skoðanir sem fólk hefur á því. Já. En klárlega skalið betri aðlinn í fyrirháleik. Ég held að við getum verið alveg heiðarlega með það. Það er alveg þannig. En skalið er þannig skipað í markinu en Mikaela Íster. En hér býðum aðeins við. Mikaela Íster í markinu hjá IA. Bakverðirnir Selma Dögg og Elvira Agla. Miðverðir Þorbjörg og Lilja Björg. 2 sexur á miðunni, Isabel, Jasmín og Mattisson. Schwarzenberger, Alexa fyrir framann hana, Maletis, Sigrún Eva og síðan Ebba upp á topp og Erla Caritas úti vinstra megin. Já, ég nefndi það að Isabel væri einhver sexa, hún var nú eiginlega bara út alla völl. Já. eins og hún er, því líka hlaupa geta sem að hún færir liðinu helling. Algjörlega. En boltinn hérna inn á teginn eflaust. Við vorum að spá í hvað Skarphéðinn væri að segja við sitt lið. Það má nú alveg eins veltaði fyrir sér hvernig hefur verið spjallið í hálfleik hjá Björgvini Karli. Já. Hérna Austurlandsmegin. Nú er eflaust ekki verið alveg sáttu við sitt lið. Nei. Þannig að við höfum alveg búist til þeim örlaust öflugri. Hér inn í síðara hálfleikinn, Trujillo rekinn í burtu og IA vinnur boltann og kemur honum frá. Lið FHL er þannig skipað að Embla Fönner í markinu, bakverðir Viktoría Einarsdóttir og Krista Björk. Síðan erum við með í miðvörðinni Abigail Rose Steen og Peyton Marie Felton. Og aðri leikmenn eru síðan Silja Maria Ruano Trujillo sem er fremst og Brynhildur Brá Gunnarsdóttir á miðjunni. Brooklyn May Nelson, Hrafn Drake og Alexis Simon Wright. Engar breytingar í hálfleik. Nei. Konu frá hendi dæmda sýndist mér, en Wright með boltan hérna. Nelson, Mattisson, vel staðsett þarna. Alexa brotið á henni hlýtur að vera. Vel dæmdur leikur, vil ég meina. Já. Heilt yfir
gera gott mót Guðmundur Halldórsson. En auka spyrna hérna á miðlunni nánast. Lilja að fara með á kollin á Mattisson Schwarzenberger, skal ég segja þér. Svo vantar bara hlaup í kringum hana þá. Kemur boltinn, það Alexa, missir hann yfir sig. Elvíra síðan í pressunni, vel gert. Hún sækir þetta innkast. Það Elvíra sem að tekur það. Boltinn út í teiginn, en hann var hreins þetta frá. Trujillo tekur hann niður. Mjög einmanna þarna en hún nær að bíða, fær stuðninginn síðan. Wright. Kemur hlaupið þarna frá Brynhildi en hún missir boltan frá sér. Já, vel gert hjá Lilju. Já, gerir vel, stígur hann út þarna. Staðan þá 1-1 fyrir austan, þessum Káramenn í heimsókn hjá KFA. Þróttur ennþá 3 yfir á móti Völsungi í lengjudeild karla, Grótta yfir á móti Ægi 1-0 og Vestramenn komnir í 2-1. Náðu að komast yfir gegn HK. Rétt fyrir hálfleik. Já. En hér vantar okkur mark. Já, það væri voða gaman. Right, þannig að þarf að vefja fótinn utan Selmu Dögg. Það ekki að stýra þessu markið. Hún líka svolítið út allt í liðinu þeim. Mikaela finnur Kæju undir mikilli pressu, Mattisson síðan þessi sending beint á Felton sem finnur Trujillo, gjör þetta vel, skiptir yfir. Patterson þar, Elvíra til varnar. Patterson nálgast teiginn, Sigrún kemur og hjálpa til. Viktoria, aftur á Patterson. Patterson kemst fram hjá Elvíru, komin inn á teiginn, þetta stór hættuleg staða, leggur hann út í teiginn og Trujillo með skot í varnarmann. Þetta var vel gert hjá þeim. Já, þetta betra hjá FHL. Ekki nokkur spurning. Sjáum þetta hérna, þetta stór hættuleg staða. Hún getur rauninni gert bara það sem henni dettur í hug. En Lilja Björg sú sem að setur líkamann fyrir þetta. Þétt skipaður marktegurinn. Boltinn inn á teig, Mikaela Íster gerir þetta vel. Aðþrengt þarna, við sáum hann ekki nema bara fyrir að hanskarnir kom upp úr þögunni. Já, þetta var bara svolítið svo leiðis. Já, snögga að spyrna þessu fram, Sigrún og þetta ekki Ía sem á þetta innkast, jú. Vel gert þarna, var í miklu kaflipi Hrafnild Eik. Alexa, Sigrún vinnur boltinn síðan inn á teiginn, hreinsa frá að Felton, finnur Wright. Þetta vel gert hjá Bellu hérna sem að vinnur boltan af Trujillo. Þorbjörg síðan út til hægri á Sigrún Evu sem að vinnur innkast. Gríðarlega jöfn viðureign hérna og virðist vera bara nokkuð jafn sterk lið allavega í eins og dagsformið í dag. Já, algjörlega. Maður svona færa á tilfinninguna að sko það geti skipt aldrei máli hvoru megin fyrsta markið lendir ef að við fáum mark þar að segja. Já. Kemur boltinn inn á teiginn, Alexa, frábærlega gert hjá henni fyrir á vinstri, skora stórkostlegt mark! Þetta var virkilega vel gert hjá henni.
Enn og aftur, ég hrifin af þessum leikmanni. Alexa Maletis að stimpla sig inn hérna á heimavöllin. Virkilega, því gæði, við vorum að auglýsa eftir gæðum inn á teik. Þarna sjáum við þau bara. Geggjaður bolti hjá, þetta Kaja það ekki? Jú, vel gert. Virkilega vel afgreitt og Embla sem búin að eiga fína leik í markinu átti ekki möguleika. Og já, við vorum rétt að sleppa orðunum bara í hvað myndi gerast í fyrsta markið. Þetta verður mjög áhugavert að sjá. Þetta hlýtur að bara efla Skagalið enn frekar. Já, bara vonandi að þú veist að það sé ekki eitthvað að bakka. Við veist alltaf svo leiðilt að horfa þannig fótbolta. Já. Þú skorar og svo bakkar það er alltaf svolítið, við veist alltaf svo hættulegt. Það er eiga bara að halda áfram eins og þeir eru búin að vera að spila. Já, þetta er í rauninni bara ekkert meira heldur en Skagalið á skili með að við framistöðun í leiknum hingað til. Nei. En nú er gaman að sjá úr hverju Austfirðingar eru gerðir hér. Tilbaka á Felton. Þormundur. Felton aftur. Kemur hlaup þarna, Brynhildur. Lilja Björg aðþrengt þarna, já, og Wright dæmdur ástæð. Eru þeir með sama þjálfara og var með þeir í fyrra? Hvernig er það? Nú verð ég að viðurkenna, ég þekki það ekki. Björgvin Karl er nú rótgróinn þjálfari á Austurlandi, skal ég segja þér. Ég veit ekki af hverju, mér langar að segja hann sé frá Djúpavogi. En ég bara býst afsökunar á ef það er ekki rétt hjá mér. Jó, gott ef hann var ekki með þeir í fyrra líka. Broti hérna á Lilju Björg. Lilja er búin að eiga skínandi fína leik í vörninni. Já. Það var rosa fínt fyrir liðið að hún kom heim áramót. Kláraði skólan í Bandaríkjunum og kom heim og búin að æfa með þeim síðan. Já. Það hefur verið náttúrulega eins og undanfarin ár þar sem hún hefur verið í námi erlendis í Bandaríkjunum. Þetta er svona, það er erfitt að stóla á þá leikmenn yfir tímabilið meðan það er í gangi. Þetta er koma seint, fara snemma. Já, og mjög mismunandi tíma. Þú sér það dagbjörnlífi komið núna. Já. En svo erum við með aðra eins og Marey sem er úti. Marey kemur sennilega bara ekki neitt. Nei. Það fer líka eftir eitthvað náminu skils mér eitthvað. Já, þannig. Hvort það eru sumarannir eða, þú veist. Já, eitthvað verið að... Kemur skot hér. Þessi enda nú bara sennilega í, innkasti. Sér maður ekki á hverjum degi. En klálega, og það hefur verið svolítið einkennandi fyrir Skagaliðið undanfarin ár að vera með leikmenn fleiri en einn og fleiri en tvo í Bandaríkjunum. Já, við sittum bara algjörlega geggjað. Já. Fyrir íþróttafólk almennt. Við erum náttúrulega, þú veist, með sundfólk og golfara og alls konar sem hafa farið út. Og þetta er bara brjálæslega flott tækifæri fyrir þau. Hver er þetta? Er þetta Elvíra sem að... Já, eitthvað fekk högg, já. Við held ég að við munum að sjá aftur þetta stórglæsilega mark hérna. Örlítið hægri endursýningu hérna. Frábær bolti hérna hjá Kaju. Virkilega frábær sending. Og svo bara róleg. Og svo hérna feik og svo bara innanfóta með vinstri plantað í fjærhornið alveg út úr stöng. Bara virkilega vel gert. Og við vorum búin að vera rósinni. En þetta er svona alveg rósinni í napagatið. Já, algjörlega. Og Elvíra hristi þetta nú af sér. Við erum nú með svo leikmenn sem geta leyst hann af á varamannabekknum. Við erum með Völu Maríu Sturludóttur sem er að koma tilbaka. Hún hefur nú oft leyst þessa stöðu hægri bakarar. Svo þetta gæti Anna Þóra með smá tilfærslum þá í vörninni komið inn líka. Já,
algjörlega. En eflaust með við hvernig vörðin er búin að spila í dag þá vill Skarphéðinn örugglega forðast það eins og hann mögulega getur að gera of mikla breytingar Þar, já, á línunni. Bekkurinn hjá okkur, hann er nú kannski ekki svakalega ungur, það er þetta svona bland, Já, bæði eldri og... já, það er ein 17 ára, 3 18 ára og svo... Já, þú kannast nú eina hann 17 ára? Já. Aðeins. Já. En FHL er að rembast við að reyna að svara þessu hérna, kemur frábær sendingar Trujillo. Þorbjörg gerir vel í að loka á hana, setur hann aftur fyrir. Kemur Elvíra inn á. Já. Það þarf nú mikið til að þessi unga kona fara út af. Já. Sáum hana hérna í vor með spila með Gifsi. Já. Það var ekki séns að þó hann væri handabrotin, var það ekkert nóg til þess að stoppa hann. Hún var að taka innköst og allt. Já. Það geta stutt hérna, Patterson aftur út á bolti síðan inn á teiginn. Brynhildur vinnur skallan fyrsta. Það er að Trujillo lætur hann fara út af, nei, þetta er klaufalegt hjá henni. Bara rennur. Já, hann hefði nú bara átt að láta þennan fara út af, ég hélt hún ætlaði að gera það. Hálftími eftir. Staðan afar jákvæð fyrir heimafólk. Það er bara að halda dampi. Já, það er aðeins rólegur á bolta. Þarna hefði hún getað tekið hann niður og byrja spilið. Káramenn komnir aftur 2-1 yfir og hver skoraði? Já. Matthías Daði Gunnarsson með 5 mörk kominn í fyrstu 2 umferðunum. Það er gaman að horfa hann með Kára. Hann samdi við í það ekki? Jú, hann er á láni. Já, sem er náttúrulega bara frábært. Já, og með við hvernig hann er að spila akkurat núna þá er ekkert þessi langt að bíða. Að hann ætti að mögulega fara sömu leið eins og margir aðrir hafa gert í gegnum tíðina. Sem að hafa fengið mikilvæga reynslu í Káraleiðinu og síðan bara stimpla sig inn í Skagalið. En hér er Hætta Patterson með boltan inn á teiginn og Wright rétt missir af honum. Þarna hefði hún nú getað gert betur sínum Já. smiður. Sjáum þetta hérna. Flottu bolti. Já, vantar bara stóru tána. Já, herru, mér finnst við aðeins vera að bakka. Þetta er það sem ég hræðist svolítið þegar við erum búin að skora. Það er Wright. Lilja með ýtir henni frá. Já. Akkurat, Skagalið má ekki svona bara, þetta er svo hættulegt að taka bara fótinn af bensinu og ætla bara fara í hlutlausum restina af leiknum. Það er allt of mikið eftir til þess. En hefur því miður einkennt liðið undanfarin ár svolítið að passa sig að tapa ekki forskotinu og þá er það yfirleitt það sem gerist. Já. Það sem gerist á endanum. Trujillo með Þorbjörgu í bakinn, Þorbjörg með frábæra tæklingu síðan. Þetta var alveg hreint held ég held að við getum alveg staðfest það. Ég sýndist það. Já, svona við fyrstu sín, við getum kannski séð það hérna aftur eftir smá stund ef að aðstæður skapast. En FHL heldur pressunni. Þetta er miklu betra frá gestunum. Mikið betra. Það koma mikið öflugur í seinni hálfleik. Það er boltan rætt hérna, Viktoría lyftur sinni á teiginn, Brynhildur og Mikaela Íster út úr markinu. Menn ekki sáttir á bekknum hjá FHL. Spurningamerki við þetta. Við sjá þetta fyrst hérna. Þetta er seinna atvikið hér og hún fer í boltan en fer síðan í mannin. Já. Það er mjög mikilvægt þarna að Mikaela virðist fara í boltan fyrst. Hvað varðar hitt atvikið, við skulum kíkja á það líka. Hérna, þar sem að Trujillo datt í teignum. Þetta er bara frábær tækling hjá Þorbjörgu. Mér finnst hitt meira. Já, hitt var, hún fer af miklum krafti
Og hver er það sem að liggur þarna? Ég er ekki... Þetta er hún hérna... Þetta Brynhildur eða... Skulum... Sjáum þetta aftur hérna. Kemur sendingin inn fyrir. Og þetta er góð sending. Þetta er Brynhildur eða ekki og sjáum að Mikaela tekur boltan en þetta er auðvitað hart samstuð. Ef við snúum þessu við, hefðu við ekki viljað fá víti? Já, ég er ekki viss. Nei, ég hérna en sko þetta er alltaf spurningin auðvitað þó hún taki boltan eins og þetta er hættulegt. Já. En það meiður hún sig þarna. Já. En hún er að standa á fætur hérna. Já, standa, hún hoppar út af. Já, Brynhildur Brá, vinstri fóturinn á henni virðist vera og sýnist nú bara að vera, það er tvöföld skipting tilbúin. Líklega Brynhildur sem að fer að velli með tíðan og halda. Já. Við hefum kannski lítið getað sagt ef hann hefði dæmt víti. Af því þetta er erfitt að sjá. Já. Þannig vil ég bara fara að fá okkar stelpur ofar á vellinu aftur. Við starf bakka allt og mikið. Vel gert. Mikil barátta hérna FHL vinnur boltan. Bella sem að komin örlítið aftar núna. En FHL að spila þetta virkilega vel núna. Já, það er allt annað að sjá þær í seinni hálfleik. Já, gleymið ekki, þær eru núna einu færri inn á vellinum eins og er. Kemur bolti upp í hægra hornið, vinstra hornið. Elvíra í vandræðum hérna, togu niður eða hvað? Nei, ekkert dæmt. Patterson með boltan fyrir markið. Skalla frá. Þannig að hann getur tekið hann Lilja niður Björk. en þetta rettaðist. Bara rétt missir hann frá sér. En Nei, Alexa þetta- keyrir síðan Já, já. niður. Og þá fáum við væntanlega skiptingarnar hjá það er þetta Brynhildur sem fer af velli og hver er þetta þarna Patterson og inn á er að koma 25 og sjá, Thais Patterson fer af velli og í hennar stað er að koma leikmann nummer 25 Íris Ösp. Og það skipting líka hjá okkur, eða? Það stendur einan, er þetta Dagbjört? Og Já, nei. síðan er Anna Ragnhildur að koma inn á fyrir Brynhildi, er það ekki? Já, en já, Anna Ragnhildur Viðarsdóttir að koma, en það er Dagbjört Er það ekki? Jú, Dagbjört er að koma inn á fyrir, er það Elvíra eða hvað, sýnist það? hann er búinn að fá nokkur samstöð á sig, eða lenda í samstöðun Já. Elvíra, hann Býta aðeins, það eru tvöföld skipting, Sigrún Eva einnig að fara að velli. og Anna Þóra þá, og koma líka. Þá með þetta allt saman staðfest hérna innan skams. Það var Elvíra sem að fór af velli og Sigrún Eva. Já, gaman að sjá hana komna aftur á stað, Dagbjört Líf komin. Já, frábært. Það búið að ganga vel hjá henni úti. Já, og mér skilist að hún sé bara spræk, hefur verið spræk á æfingum. Kaja, den brotleg hérna réttilega held ég 3-1, Kári. Matthías Daði Nei, Gunnarsson, hættu nú ertu alveg. ekkert að grínast með þetta? Hann er bara, já. Matthías Daði, gaman að segja frá því að systir hans er á varamannabekknum hérna hjá IA. Já. Hún Bríett Já. Sunna Gunnarsdóttir.
Þau koma hvaða? Þau eru að koma úr Ólafsvík. Já. Og, en ég veit ekki hversu oft þetta hefur gerst þar vantar mann sagnfræðinginn hérna Við Björn Þór, hvar er hann þegar maður þarf hann? 2 þrennur í fyrstu 2 umferðum í annarri deild hjá Skagalið, þetta hefur aldrei gerst það. Hann var nú stattur í gær með fróðleik, þannig Já. Það hefði verið gaman að hlusta. Já, það var eitthvað sem að fundust einhverjar filmur. Já. Það er alltaf mikilvægt að einhverju sé tilbúin að vera grúska. Já. Svona Anna Ragnhildur kemur bara þarna inn á vinstri kantinn fyrir Patterson og Íris Ösp inn á byrju fyrirgefðu, þetta er Emma Ástrós Stefánsdóttir sem að koma inn á ranglega sett inn á leikmann númer 25. Vel gert Dagbjört, geggjaður bolti hjá henni. Það er Alexa. Nei, þetta var nú fullt bjarsið. Já, þannig vantaði bara einhvern á fjær. En miðaldra fólk eins og við þurfum kannski að vera með gleraugu til að vera með skjáinni á hreinu. Já, býtum við. Hvað er þarna? Hver er þarna? Þetta er þetta Viðar Hafsteinsson? Mér sýnist það. Þjálfari Hattar í körfubolta. Mér sýnist það. Ég er ekki, en hann var kannski full bráður að sparka boltanum inn á aftur, ég veit það ekki. Ég allavega ákvað dómarinn að segja við hann einhver örfá orð, en mér sýnist það svona úr fjarlægð, en ég veit ekki hvort að það er rétt hjá mér. Bara vinnu skallan Lilja Björk, gerir þetta vel. Og Bella búin að vinna boltan fyrir Ía, sem að Anna Þóra Hannesdóttir kemur bara beint inn í hægri bakkara stöðuna fyrir Elvíru. Já. Kemur Alexa, Dagbjört fyrir framan hana, Alexa fer á vinstri, setur hann inn á teginn, tegir sig í hann, nær ekki. Og þannig að koma þessu frá, komum smá líf með þessum skiptingum hjá Ía. Já. Alexa reynir að finna Ebbu, gengur ekki. Right. Selma á undan í þennan. Það er að vera á undan Hrafnhildi hérna. Emma tilbaka á Felton. Stín þessi númer 14 er Kanadamaður. Kanadísk hún og hún sagði mig það hún Ali sem að ég var að ræða við í hálfleik. Hún kannaðist við hana úr háskólaboltanum þaðan. Já, ok. Það er svona þegar maður fer að spjalla við fólk, sko. Já. Þá fær maður alls konar upplýsingar. Já. Þú ert alveg góður líka í því. Já. En Lilja Björk búin að vera, finnst mér, nánast óafinnaleg í þessum leik. Já. Ég er bara, Dagbjörk gerir vel. Vinnur hann aftur hérna, út til vinstri, Ebba nær þessum. Já. Þannig Kaja með góða snertingu, setur hann síðan inn á teginn, blindinn í áttina Alexu. Ekki vitlaus hugmynd. Nei, það mátti fínasta vera aðeins hugmynd. utan og það hefði verið flott. Já. Og kemur FHL liðið. Herðu, það er 4-1 Kári. Ekki koma með. Ekki Matthías Daði. Nei. Benedikt Ísar Björgvinsson. Já, var hann að koma inn á þetta? Já. Já, sennilega. Já, Benni, þetta er hann, já. Lilja. Þeir bara byrja með Frábælega gert, Alexa. Já, ég meina, Káramenn eru bara að stimpla sig inn, virðist vera sem bara eitt af liðunum til þess að vinna í annar deildinni. Þeir voru aðeins í vandræðum fyrir það. Já, voru bara í vetur líka. Já. En bara liðið búið að styrkjast mjög bara á síðustu vikunum fyrir mót.
Eina ég er svegt með að þeir hafi dottið út úr bikar. Já. Að því undanfarnar ár höfum við fengið svo skemmtilega bikarleiki hér sem að maður hefur verið að Já, það var eiginlega alveg galið og tapa fyrir sko Álftanesi svona stórt lið deildinni neðar. Já. Frábærlega gert hjá Alexa inn á teginn, það skall þetta frá, Stín gerir það, Bella tekur frákastið, Bella setur skot, þetta er bara skeitin út maður. Það var vel gert hjá henni, það er ekki að láta vaða. Þetta var ekki slæmt. Sjáum þetta hérna, Bella tekur frákastið og fer bara í skoti og þetta er bara ofan á samskeytin. Já. Þetta var það Stjarnan í fyrra sem var bikarleikur. Já. Já, það var í fyrra, vel gert. Og þeir unnu fyrst, var það ekki Fylki? Jú. Og töpuðu svo fyrir Stjörnunni, hvað er það ekki bara í Vík? Jú. Svo er ekki mörg ár sinni var hörkuleikur við KR hérna. Einmitt, og Víking Reykjavík á sama ári held ég hvort þeir unnu Víking og töpuðu svo fyrir KR eða var það öfugt, ég man ekki hvort var. Sennilega var það öfugt. En þetta KR-dæmi er bara stanslaus skemmtun. Það verður bara að segjast eins og er. Alltaf dramatík, alltaf gaman og eins og virðist vera núna nóg að mörgum. Já. Það getur verið gaman að, ég held að það er flogið austur. Ég ætla að leyfa mér að segja það. Þeir keyrðu ekki. Vestramenn komnir í 3-1 á móti HK. Þannig að þægilegt í lengjudeild kalla þar. Það var það Mikaela út til hægri á Viktoría, já, það er, þetta sáum við nú í gæra og menn, Keflvíkingar voru of lengi að taka innkast. Já, það var bara dæmt á það. Ég er pínur hrifin að þetta áhugaverður. Já, líka því það er stundum verið að hanga of lengi. Felton og Mikaela tekur enga sens þarna, slæðir hann bara aftur fyrir. Það fannst mér nú Felton fá fullmikið pláss. Já, og tíma. Og lítil press á henni. Hún er bara að reyna að skjóta í fjærhornið hana. Kemur boltinn inn á Martein, skallað frá af Lilju Björg. Boltinn aftur inn á teginn, Mattisson síðan hreinsa frá. Viktoría setur hann upp í svæðið, Lilja les það en setur þennan síðan út af. Skipting hjá Fjarðabyggð, Leikni. Fjarðabyggð, Leikni. Hver er það Viktoría sem fer að velli. Viktoría Einarsdóttir og í hennar stað kemur leikmann númer 8. Fanney Rut Guðmundsdóttir. Fanney Rut uppalinn hjá Sindra á Höfn. Anna Ragnhildur fyrir árásin á móti Önnu Þóru. Alexa sem að hjálpaði til og svo Ísabel Ebba á Dagbjörtu. Það var ekki alveg nógu vel gert þarna í hafðum. Felton á Wright að komast inn á teginn. Hver er þar fyrir önnu en Ísabel Jasmín. Felton orðið mjög framalega núna þessar síðustu mínútur. Alexa lúra þessum út af Birgitta. Lilja
Sigurðardóttir að gera sér tilbúna hjá IA. Já, það er fínt að fá hann inn og hún er náttúrulega Spræk. mjög spræk og öskufljót. Já, það er spurning hvort hún er að koma inn fyrir Kæju mögulega eða hvort hún er að koma inn fyrir Ebbu. Já. Anna Þóra vildi hún fá aukaspyrnu, þarna kemur þetta sem er bara skot. Já. Frekar en margt annað. En Birgitta er allavega klár. Ætla að hyggra eitthvað aðeins með það. Svo líklegt að sé Kaja Sigrún náttúrulega, vængmennirnir eru að vera náttúrulega hlaupa mikið og kannski að fríska upp á lappirnar á köntunum. Sigrún er farin út og Elvira. Það er spurningum kemur boltinn út á Alexu, nær ekki að finna Samir síðan, Anna Þóra og boltinn út af. En býður Birgitta, eða hvað? Nei, þá er skiptingin. Það er Ebba sem að fer af velli. Þetta Björk Elíasdóttir búin að eiga fína leik, vantaði bara markið í rauninni. Já. Birgitta Lilja kemur inn á. Birgitta Lilja fædd 2008. Algjör gríðarlega fljót og það er hennar leikur nákvæmlega. 10 mínútur eftir. Já. Staðan er bara nokkuð góð, við erum samt, ég held við séum að hugsa saman, við eigum ekki fara að bakka bara frá þeim. Það hefur aldrei gefist vel. Og mikið eftir þessu til að vera í svona fótbolta, en Dagbjörn gerir vel. Þannig að einhvern veginn ná að fara að spila aftur. Það er stjórnarleiknum meira núna. Hrafnhildur á right, út í teginn og Þorbjörg setur þetta út úr tegnum. Lendir síðan í árekstri þarna. Boltinn inn á teginn, Þorbjörg er staðinn á fætur, kemur þessu frá. Og vel gert hjá Dagbjörtu, Dagbjörn síðan hérna á flegi fer, Birgitta með henni, Birgitta er að sleppa í gegn hérna. Frábær bolti, já. Nær hún að hafa hann á sprettinum? Nei. Hún er sterk, Abigail Steen og fljót líka greinilega. Stígur Birgittu þarna bara út, þarna vantaði lítið upp á Birgitta að slippa í gegn. Þorbjörg gerir vel, right. Það er ætla sér að sækja þetta jöfnunarmark hérna. Hún er að fá langan tíma. Vel varið Mikaela Íster þarna. En hún er að fá í rauninni að komast þarna alveg óáreitt inn á teginn. Sérðu það er bara að bakka frá henni. Já, allt og mikið. Þarna þarf Selma bara að taka af skarið. Hún er með varadekningu fyrir aftan. Já. Að láta bara vaða í hana. Og því að þarna er bara verið að bjóða hættunni heim. En Mikaela gerir vel í markinu. Hotni út í teginn að þessu sinni. Mattisson skalla frá. Það er að mæta. Og kemur skot en þetta er beint á Mikaelu í markinu. Við þurfum að fara að koma framar. Já, við erum bara að gera bara eins og við vorum að gera í fyrirhálfleiknum. Bara eftir första leikadriði hjá FAL þá var bara sett í sókn. Birgitta gerir þetta vel. Alexa ekkert brot þarna, Birgitta en Alexa liggur eftir, það liggja 2 eftir, Birgitta, Dagbjörn tilbaka á Mattisson á Bellu, Bella á Kaja, lyftur þessu yfir á fjársvæðið, það skalla frá, Mattisson á Birgittu, aftur á Mattisson, já, Alexa staðinu upp, virðist vera í lagi með hana, Mattisson komin upp á hotfána hana. Og vinnur innkast, sýnist mér, já. Vestramenn konur 4-2. HK minnkaði munin á 80. mínútu og þeir komist bara í skoruðu líka á 80. mínútu. Það er greinilega stuð á Ísafirði. Mattisson, Schwarzenberger sterk hérna.
út á Þorbjörgu. Þorbjörg síðan lyftir þessu fram á við. Stín kemur þessu frá. Alexa missir hann frá sér. Og þetta vantilega Inga sem að skæin á. Ég held það bara hreinlega að sko mark frá IA myndi bara gjörsanlega drepa þennan leik. Það væri alveg þess virði að setja smá púður í sóknarleikinn. Anna lyftur þessu inn á fjársvæði. Þar Erla Karitas. Það fann í bakinu. Kaja með frábæra fyrirgjöfur á fjær. Skalla frá. Mattisson og Bella með hann hérna út á Önnu. Anna Þóra inn á fjársvæði. Fanney hreinsar þetta frá. Vel gert hjá henni. Viktoría. Nei, Hrafnhildur heitir hún víst. Hrafnhildur, langur bolti fram. Þorbjörg. Boltinn berst á. Right hérna úti hægra megin. Hún komin inn á teginn. Dansar með boltan. Finnur Trujillo. Hún að snúa eða hvað. Nei, hún kemst ekki. Birgitta. Nú verður það að koma með henni. Já, Birgitta á Dagbjörtu. Dagbjörn að snúa. Yfir til æri. Sendingin ekki nógu góð. Alexa var þarna með henni. Bella búin að vinna hann aftur. Bella ennþá á 110 km hraða hérna. Já, búin að hlaupa svakalega. Alexa ætlar að jára sinna hérna. Missir hann frá sér. Já, Kaja í pressunni, sjáum að skalið nú alveg framalega á vellinum, það ekkert að detta oflant. Bella, frábælega gert. Nú þarf þú að fara að hugsa góða mín, nú 5 mínútur, Berglind. Já. Ég ekki einn hérna, ég get hérna útlistað hérna þessari ábyrgð. En það skipting í vændum hjá IA og það það Bella sem Alexa sem að koma að velli. Frábær leikur hjá Alexu Maletis og þetta ekki Vala María sem að koma inn á. Já, flott að fá hann í gang aftur. Klálega. Og Vala María svona að koma aftur inn. Já, þú ert að velta fyrir þér með mann leiksins. Já. Það nefnilega, ég held að þú hefur bara marga að velja núna. Það tvöföldskipting hjá gestunum einnig. Hverju fór út af. Nú það spurningin, þarna að fara 11. Krista Björg að fara út af og núna kemur réttilega Íris Ösp Gunnarsdóttir inn á og varstu búinn að setja hann inn á hann? Já, ég nefnilega sett hann inn á áðan, sko, það var alveg óvart. Þú hefur bara viljað fá hann inn á? Já, og svo erum við hérna með, við sjáum þetta allt saman á eftir. Hér komin einnig leikmaður númer 7 fyrir, sá ég nú ekki hverja. Jú, Trujillo, nei hún þarna ennþá. Patterson, hún var komin út af. Já, við hérna, það Brynhildur, hún var lengur farin út af. Hrafnhildur, hún gæti hafa farið út af það ekki. Jó, ég ætla nú bara alveg að viðurkenna það. Ég hefði þurft að mögulega taka gleraugu með mér. Já. Ég sé ekki nægilega vel númerið. Nei, einmitt. En ég ætla þetta bara þarf að vera orðið staðarbúnaður hjá manni þegar maður fyrir út úr húsi. Já. Það bara þannig. En sko, ég svo sem ekkert í rosalega miklu vandræðum með mann leiksins. Það mér finnst eiginlega 2 fyrir mér sem að hafa verið bestar í dag. Já. Það annars vegar Lilja. Já. Í vörninni og hins vegar markaskorarinn okkar. Já, Alexa. Já, Alexa. Þannig ég hugsa svona, já, ég myndi nú gefa henni þetta núna, víst hún skoraði markið. Já. Að þú mátt nú alveg hafa aðra skoðun. Nei, ég er bara sammála, en það er bara erfitt að velja. Það er hérna, Alexa var frábær, Lilja er búin að vera frábær í vörninni, stýra vörninni mjög vel, Þorbjörg er búin að vera frábær líka. Geggju líka, þú veist, Mattisson og Ísabel, Jasmín. Fínar. Einhvern veginn bara engan veikan blett að finna á liðin í dag. Þess vegna er staðan eins og hún er. Já,
sko þær hafa svona heillað mig samt, Já. þessar tvær aðeins meira. Já. Þannig að ég segi... Já. Þetta mitt loka svar. Það ekki svoleiðis? Jú. Já. Þannig rétt 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma Já. og FHL er ekkert að gefa þetta frá sér. Nei. Þannig inn á teginn, Þorbjörg skallar, fær þetta í... Þarna er nú höfuð áverki, mögulega. Right, sérðu, nú er Þorbjörg aftur lögst niður. Já, þá verður hann... Spurning hvort að hefði átt að stoppa þetta strax þarna. Þegar er augljóst mál að hún meiðist á höfði, hvort sem að það er... Veit ekki. Svona, það er voðalega erfitt að meta sko, hversu mikið er það. Ef það er höfuð, högg og höfuð þarna, eitthvað sem var ekki eins og það átt að vera, þá er spurning hvort það á ekki bara að stoppa alltaf. En auðvitað er það hættulegt að hún er að skalla hann og hann fer í andlitið á henni sko, sem er náttúrulega vond. Getið að fengja hann á augað sko, það getur verið agalega vond. Káramenn bara í, Finnbogi Laxdal hefur fengið rautt spjald. Nú, jæja. Já, hann er örugglega ekki átt að skilið. Nei, þetta ekki, maður rekkur pínu kúta þegar staðan er 4-1 fyrir liðið þitt og náir einhvern veginn að láta rekka það út. Það minnst að pínu klaufulegt en það maður veit náttúrulega ekki fyrir hvað það er. Það er kannski bara eitthvað sem að stundum er það óvilja. Já. Annað gult eða eitthvað sem að... Venjulegur leiktími er liðinn. Boltinn inn á teginn, Mikaela Íster grípur þetta. Hún er líka búin að vera örugg í markinu hjá okkur. Hún er náttúrulega skemmtileg típa markmanni. Já. Lágvaxinn, góð í fótunum. Hérna er boltinn að berast einn fyrir vörnina. Vala María nær ekki þessum. Embla er á undan. Og Dagbjörg síðan í pressunni. Embla beint á Ísabellu. Ísabel reynir skotið en hann vantaði kraftin í hana. Já, og lyftunum. Já. Ég hefði líka látið vaða þarna, það var enginn í markinu. Ekki spurning, hann vantaði bara, hugmyndin var góð en framkvæmdin bara ekki. Lilja Björg, þetta er ódýr aukaspyrna, finnst mér, en sennilega rétt. Kom einhvers stað fram hvað þeir bættu við? Nei. Því er ekki að skipta hérna hjá okkur í þessu. En Þorbjörg kemur aftur inn á ljómandi. Já, það er í staðinn á fætur líka Alexis Wright. Og þá kemur spyrnan inn á fjársvæði, boltinn dettur í teignum. Hvar endar þetta? Það er reynt skot hér og það er síðan Selma sem setur hann. Það var ekki Selma sem að reynsa hann út af, mér sýndist það, en það er dæmt markspyrna. Mér fannst eins og hann hefði farið í hana. Nei, já. Þetta er Selma sem að sparka boltan með afturvirðingu að sér, finnst mér nokkuð augljóst. En Alexa, var það ekki Alexa sem var valinn maður leiksins af Gárungunum? Jú, þeir eru sammála okkur. Já, Dagbjörg gerir þetta vel, Stín gerir þetta líka vel. Vel gert. Trujillo inn fyrir á önnur Ragnhildur, annar Ragnhildur í skotið. Það er aðeins vantaði kraftin í það. Annar Ragnhildur fædd 2010 á Akranesi eins og ég kom inn á hérna áðan. Svona til að finna einhverja smá skagatengingu sko. Já. En Grannar 2,5 fram yfir og nú náttúrulega væri ofsalega gott fyrir Skagalið að vinna boltan og halda honum aðeins. Það vantar aðeins að vera að slaka á. Já. Ísabel tilbaka á Lilju. Lilja reynsar þetta frá. Nú þarf Dagbjörg að ná þessum. Gerir það ekki. Fanney í áttina teiknum. Þetta er svolítið svona út allt núna. Svona pínu panikvörn. Akkurat eins og er. Felton reynir skotið. Anna Þóra fyrir
Við erum að stígu upp. Felton. Anna Þóra til varnar. Vala María núna til varnar gegn Önnu Ragnhildi. Vel gert hjá henni, all right. Hérna Anna Ragnhildur séðan með fyrir gjöfinna og vel gert. Mikaela Íster grípur þennan. Nú þurfum við að koma boltanum hérna fram völlin og halda honum þar. Að ía halda honum þar. Birgitta tekur hann niður. Vel gert. Og finnur Völu. Vala María reynir snúninginn. Ekki dæmt. Jú, eða hvað? Aukaspyrna á Völu Maríu. Já. Já, eins og mér er búin að dæmi þetta nokkuð vel, þá er ég nú svolítið hissa á þessu, hvernig hún ekki gulaspilta þarna, en já. Já, spurning hvað er miklu bætt við, er þetta ekki bara síðasta sóknin hérna með kemur langur bolti í áttina að teiknum, Mattisson hver önnur, skallar þetta frá Felton aftur með hann inn á teiginn og það er rangstæða dæmt og þetta er sennilega það sem að Skaginn þurfti. Nú ættu dýrmætar sekundur að leka í gegnum tímaglasið hér. Það er búið að vera pínu stopp, maður átt að sé ekki alveg hvað er mikið eftir. Klárlega. Mattisson að ná boltanum niður og halda honum. Anna Þóra gerir þetta vel, Vala séðan upp í svæðið fyrir Birgittu. Felton, langur bolti upp í vinstra hornið. Anna Þóra í kapplaupi við Önnu Ragnhildi. Wright komin inn á teiginn. Þorbjörn er að komast fram fyrir hana. Wright með bolta fyrir markið. Þetta er Bjarg á línu hér. Og þetta er ekki búið. Jú, þetta er búið núna. Stór hætta. Þetta er ekki búið, Emma. Já. Vil Birgitta vinna vel tilbaka, nær ekki að vinna boltan almennilega samt þó. Sendingin fyrir aftan Önnu Ragnhildi, Anna Felton kemur utan á. Boltin inn á teiginn, Mattisson skallar frá. Þorbjörg skallar frá núna. Dagbjörn síðan reynsar frá, þetta gengur illa að finna samherja í þessum reynsunum. Anna Ragnhildur. Það er svolítið gallið að við séum ekki með hvað er bætt við. Já, þetta er bara, það vantar þá fjórða dómaran til þess. Það er bara þannig, Felton. Engin aukaspyrna dæmt þarna, það hefði mögulega verið hægt að dæma. Hvað er við konar núna 6 mínútur. Boltinn inn á teignum, Lilja Björg valla búin að stíga feilspor í þessum leik hérna. Hún er búin að vera frábær. Ég hefði tekið hana með sem leikmann ef ég hefði átt að velja 2. Já, við bara hreinlega náum ekki að endursýna þennan darraða dans hérna inn í teignum hérna rétt áðan. Eða hvað? Nei, ég þorið ekki. 96-32. Þetta verða bara hérna HM uppbótartími bara hérna. Já, en kannski ekki skrítið með stoppin. Það eru búin að vera nokkuð svolítið stopp hérna. Já, einmitt. Vala skallar þetta frá. Boltinn inn á teiginn. Þorbjörg skallar frá. Ekki langt. Anna Ragnhildur fær hann upp í hendina, virðist vera. Einkast sem að ía á. 97 komnar á klukkuna. Já, þar kemur það frábær sigur hér í annari umferð. Skagaliðið. Já, áttu þetta skilið. En bara frábær leikur, beggja liða. Já, algjörlega. Skemmtilegur leikur. Já. Bara, þú veist hvað er þetta að segja? Ég meina Skagaliðið var einhvern veginn bara með yfirhöndina nema kannski í blá lokin. Þar kannski gerðu það sem við vorum að óttast en sem er kannski fyrir lið sem að er bara verður að vinna eða upplifir sig að verða að vinna. Að þora ekki að tapa, það er hættuleg tilvinning. Já, þá bakkar maður. Kannski ósjálfrátt stundum. Nákvæmlega, en við verðum að rifja upp þetta stórkostlega mark sem að skildi liðin að Alexa Maletis í sínum fyrsta keppnisleik hér á heimavelli.
frábær sending frá Kæju og bara þessi afgreiðsla bara í heimsklass, ætla ég að leyfa mér að segja. Virkilega gott stöf. Hérna, já, og bara góður dagur á Skaganum í dag. Já. Öllu betur en í gær. Já. Káramenn enduðu í að sigra 4-2 fyrir austan og eru væntanlega bara toppnum í annar deildinni. Fyrsti sigurinn hérna á móti sterkuliða FAL. Já, hvenær er næsti leikur? Bara áfram gakk, já það er bara mjög góð spurning. Verðum við ekki eiginlega að tekka á því? Að kanna þetta. Við verðum bara að tekka á því. Næsti leikur IA er á móti KR. 20. á útivelli. Að Skagamenn að sjálfsögðu að flykkjast þangað. Já. Næsti heimaleikur hins vegar er síðan á móti Tindastóli mánudaginn 25. maí. Og þá verðum við væntanlega hérna með leikinn í beinni á IETV og live. En sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka þér Berglind Þráinsdóttir fyrir samveruna. Já, mín var ánægð. Bara yndislegt. Og Guðmundur Kort Einarsson á myndavélinni á sannarlega hrós skilið og þakkir. Bara þangað til næst, þá bið ég ykkur bara ofsalega vel að lifa. Takk fyrir okkur í dag.